Góðan daginn, elsku olíuvinir. Bara örstutt vídeo. Ég ætla að fara aðeins yfir það hvað var í punktapöntuninni minni sem ég gerði í mars. Og það er þannig að því ég versla svo mikið. Ég versla bara öll bætiefni, auðvitað sápuna mínar og Ningxaret saman í hverju einasta mánuði hjá Young Living. Yfirleitt 400 PV. Og ég er ekkert að segja að allir eigi að gera það, en það er ekkert erfitt. Það er ekkert erfitt ef maður er innstilltur á þá að nota ábúðslega fínar vörur, bara gæðavörur. Og Ningxaret er auðvitað rosalega gæðavara og hún er ekki dýr þegar maður er í áskrift og kaupir þetta í áskrift og kaupir pakkan sem er með 15% afslætti og svo fæ ég 25% endurgjöf, sérst alltaf fjórðu hverju flösku fría fæ henni endurgreidda. En núna keypti ég mig bara bætiefni fyrir punktana mína og þetta var bara cirka 350 PV að bætiefnum. Þannig að í þessu ég ætla bara að fara yfir þetta svona stuttlega. Green Omega, þetta er sem sagt Omega frá úr jurtaríkinu. Það er engar fiskjóli fyrir þá sem vilja forðast dýraafurðir eða fisk. Þannig að þetta er bara allt úr jurtaríkinu. Og ég ætla að segja ykkur að ég fór í svona Omega test í fyrra og vinkona mín svona svolítið plataði mig í það því ég var ekkert viss að ég þyrfti að gera það. En hún sagði bara 9 af hverjum 10 eru með of lítið Omega og að vera með of lítið Omega er ekki gott fyrir bara hjarta- og æðakerfið. Það er ekki gott fyrir hormónastarfsemi, það er mjög mikilvægt fyrir konur að vera með gott Omega, góðan Omega status til að allt fungeri vel í líkamanum. Þannig að það skiptir svo miklu máli og það sem að ég kom ótrúlega vel út úr þessu prófi. Og það er ekki það að ég sé að borða mjög mikið ekstra Omega en ég borða lífrænan mat. Og til dæmis í lífrænni mjólk er miklu meira af góðum fitusýrum heldur en í öðrum mjólkurvörum. Það er svona gras, kýr sem eru bara aldar á lífrænu grasi, þær gefa öðruvísi mjólk. Og það er þetta sem við þurfum að skilja, að það skiptir ótrúlega miklu máli að velja hreint fæði, hreinar matvörur. Og það er náttúrulega bara skandall að það er leyft að nota illgreisiseyði eins og glýfosfat á matvörur og búið að erfðabreyta mat til að þola svona illgreisiseyði. Þetta er skandall, þetta er verið eitra fyrir fólki, rústa meltingaveginum, þetta er bara, skil bara ekki hvernig þetta getur verið leyft. Omega Green, það var eitt af því sem ég keypti. Ég keypti með súlfúrsæm að því ég nota ótrúlega mikið af súlfúrsæm og tek þetta bætiefni hverjum degi. Súlfúrsæm er bara, súlfúr er nauðsynlegt snefilefni fyrir líkamann, fyrir allar frumur líkamanns. Og gott fyrir húð, hár og neglur, styrkir lifrina. Þið getið googlað hvað MSM gerir fyrir mann og þetta er eitt vinsælasta bætiefni í heiminum í dag vegna þess að það kemur líka í ljós að matvörur, þær hafa ekki nógu mikið, það er ekki nógu ríkar af þessum mikilvægu snefilefnum sem við viljum hafa í fæðin okkar. Svo ég tek þetta bara eiginlega alltaf á hverjum einasta degi. Svo er það Super C og stundum þarf maður bara að taka ekstra skammta af Super C og maður vill styðja ónæmiskerfi og mér finnst bara ágætt að taka ekstra C-vitamin, gott Super C-vitamin, kannski ekki hverjum degi en ég tek það bara oft, 2 töflur á dag. Og þegar ég var með svona mikla viðkvæmni var að fá svona blöðrubólguvesen, það var okkur tímabili, þá var ótrúlega gott að taka mikið C-vitamin. Ég tók nú bara eitt svona stressaway, því mér vantaði að fylla upp í pöntunina og þetta passaði svona vel upp í það að klára punktana. Alltaf gott að eiga stressaway, roll-on, Illuminize. Og þetta er líka bætiefni sem ég bara tek svona, ekkert alltaf hverjum degi, en þetta er fyrir sjónina.
Og þegar maður vinnur mjög mikið í tölvu er alltaf svona eitthvað, þá er bara gott að styrkja svolítið sjónina. Ég finn að ég er aðeins byrjuð að svona, ég hef ekki fengið mér ný gleraugu hérna mjög lengi. Ég er með smá nærsýni og ég bara ríf alltaf með gleraugun þegar ég er að lesa, en ég er svona aðeins pínu, ég er aðeins erfiðara með að lesa ótrúlega smátt eins og þetta hér. En ég svona klóra mig oftast í gegnum það. Þetta er A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin og svo er lutein og zeaxanthin sem eru svona þessi efni sem mjög mikið af í Ningxia-Red. Og þetta kemur úr morgunfrú og einhverju svona jurtum sem að, þetta er bara hérna ótrúlega fínt bætiefni úr jurtum. Ok, hvað er þetta hér? Þetta heitir Essential Zyme 4. Þetta eru sem sagt ensím sem hjálpa mann að brjóta niður fæðuna og þetta er fyrir fitur, prótein, kolvetni og trefjar. Og það er sko hægt að gera svona tilraun. Það er hægt að setja svona hylki út í glas af haframjöli og vatni, eins og maður sé að gera hafragraut, bara þarf ekki að vera soðið, og taka annað glas og bera þetta saman og setja svona hylki út í annað glasið og sér maður hvað gerist. Ensímin byrja að brjóta niður trefjarnar, kolvetnin og allt þetta í fæðunni. Þannig að hjálpa manni að melta og þegar maður eldist þá minkar ensímin okkar. Framleiðslan í brisins verður minni, þannig að þá er kannski aðeins pínlítið svona ekki eins dugleg meltingafærin okkar að brjóta niður fæðuna og það er mikilvægt að brjóta niður fæðuna til að við tökum upp næringarefni. Ok, svo er bara 2 glös af Live 9. Live 9, ég bara vil alltaf eiga þetta því að ég tek þetta mjög oft á kvöldin og þá tek ég yfirleitt 2 hylki, stundum 3 ef ég hef borðað eitthvað aðeins og mikið brauð. Af því þá var þetta bara meltingin aðeins svona tregari. Þannig að þá finnum við bara fyrir því og maður tekur þetta á kvöldin áðurinn fyrir að sofa, alveg langt frá mat, þannig að bara rétt áðurinn fyrir að sofa, fer ég inn í ísskáp og tek mér Live 9 góðgerlana mína. Súper góðgerlar, ég mæli svo með þeim. Ef þú ert að nota góðgerla, keyptu þessa góðgerla frá Young Living, þeir eru frábærir.